eitthvað spurningar? Sæl, þetta mjög áhugavert sem þú ert að tala Það tvennt sem ég hjó eftir í máliðinu. Í fyrsta lagi þá var tekið fram sérstaklega að starf talsmanns væri ekki launað. Og það svona vakti upp ákveðna spurningar hjá mér, hverjir eiga að ganga inn í þetta? Hverjir eru hugsað að ganga inn í þetta? Þetta fyrir hlutina því sem ég að segja. Og hitt svo, þetta svolítið mikil ábyrgð að vera svona talsmaður og talsmaður getur greinilega stigið dálítið stór skref. Ég tala nú ekki um ef hann að fara að kaupa íbúðir. Einhverjar kröfur til talsmanna? Þarf talsmaður til dæmis að vera orðin 18 ára, þarf talsmaður að vera með hreint sakavottorð, eða eitthvað sem einhverjar forsendur sem þurfa að vera til staðar áður en einhver gerist talsmaður? Takk. Þetta raunverulega, sko, fyrsta lagi varðandi greiðsluna fyrir þetta var talsvert rætt í aðdraganda frumvarpsins, en það sem við vorum fyrst og fremst kannski að horfa á þarna að ég held að flestir þeir sem að þurfa á aðstoð samkvæmt þess að halda eiga einhvern sem að hefur verið að sinna þessu. Og það sem að þetta raunverulega við horfðum á var að þetta væri gert á bara sjálfboðagrundvelli, að einhver býður einhvern að vera persónulegan talsmann fyrir sig. Þannig að þetta var, en það var sem sagt lendingin var svo að þetta væri sem sagt sjálfboðið starf. Og það var talið líka mikilvægt til þess að tryggja það að þeir sem að gera þetta væri að gera þetta af raunverulega greiða sem við viðkomandi. Þetta væri eitthvað sem að þá langaði til að gera. Þetta var eitthvað sem þeir væri að gera til þess að fá þóknun fyrir. Og þess vegna var millileiðin svo að hafa að það væri greitt fyrir raunverulega kostnað sem lýst af þessu, en ekki greitt laun fyrir þetta. Varðandi kröfurnar, að þá þetta eitt af því sem við þurfum vel að taka ásamt í reglugerðinni sem á að vera, en þetta alltaf sko mat réttindagæslumannanna, af því að þeir þurfa að staðfesta samkomulagið, og ef það kemur einhver sem að þeir bara absolutt sjá að það gengur ekki, að þá geta þeir hafnað í að staðfesta slíkt samkomulag. Þannig að við leggjum þetta eiginlega svolítið á ábyrgð þeirra, því þeir eru með eftirlitið. En þetta verður eitthvað sem verður að tækla líka betur í reglugerðinni þegar við ljúkum við hana. Anna Sofía heiti ég, Óskarsdóttir. Já. Ég alltaf með huga með þá sem að ekki hafa formlegt mál, og þú segir að þeir réttindagæslumenn eða talsmenn þeirra hafa takmarkaðri rétt heldur en aðrir, en hvernig gert ráð fyrir að þeir verði tilnefndir? Í lögunum segir að þeir skuli tilnefndir í samráði við aðstandendur viðkomandi, að réttindagæslumaður og aðstandendur hafi samráð. Önnur spurning, gert ráð fyrir að það verði öllum settur talsmaður? Nei, þetta ekki skylda. Þetta val. Þetta bara eitthvað sem stendur til boða fyrir fólk. Já. Þannig að allir sem að vilja geta geta valið sér persónulegan talsmann. En þá komum við aftur að þeim sem ekki geta talað eða notað formlegt mál. Já. Hvernig verður tryggt að þeir sé ekki bara eiginlega ofurseldur því að einhverjum detti í hugað vilja vera talsmenn fyrir þá eða vilja fá talsmann tilnefndan? Þá erum við samt komin í þetta, það alltaf einhver sem að þarf að benda á að hann gæti átt rétt á. Og það sem að eins og við höfum kannski hort á þetta, sem sagt, þá ég og réttindagæslumenninir þegar svona mál hafa komið, en það þeir geta þá farið og mælt með því að viðkomandi verði skipaður persónulegur talsmaður og geta gengið á eftir. En við höfum ekki farið við getum ekki farið systematist út í að reyna að kortleggja hverjir það eru sem að þyrftu á því að halda. Þetta þarf alltaf að vera, eins og réttindagæslumennir hafa verið mjög duglegir að heimsækja heimili sem að heimili fatlaðs fólks og kynna sig og störf sín og þessi lög og annað, og þeir svona eftir því sem yfirsýnin eykst, þá þetta kannski sjá þeir hverjir það eru, og þeir geta alltaf að eigin frumkvæði sem sagt gengið eftir þessu. Sæl.
Margréti. Þegar ég heyrði þetta daginn varðandi að það ætti ekki að greiða fyrir þetta, var ég nú svolítið hugsin og eiginlega enn meira núna vegna þess að við sem, bæði ég og aðrir sem þurfum á minni þjónustu að halda, ég velti fyrir mér hvort að þetta verði til þess að fólk fái þessa persónulegu talsmenn í staðinn fyrir þá þjónustu og það fari að minnka þjónustan hjá notendum. Nei, það er allavega ekki ætlunin. Þessu er alls ekki ætlað að koma í staðinn fyrir þá sem veita þjónustu og það er raunverulega kannski ekkit æskilegt heldur að persónulegur talsmaður sé á sama tíma sá sem að veitir þjónustu. Já, en þetta er kannski meiri svona hagsmunagæslu vinkillinn, til dæmis eins og ef að ég veit að persónulegur talsmaður myndi kannski gera athugasemd við það ef að segja mig ef að einstaklingur býr á sambýli og það er starfsmaður á sama sambýli sem að vill gerast persónulegur talsmaður, að þá getur það auðvitað leitt til hagsmunaárekstra ef að persónulegur talsmaður þarf að fara að beita sér að einhverju leyti gagnvart sveitafélaginu sem að er þá á sama tíma hans vinnuveitandi líka. Þannig að þetta er kannski einfaldara þá varandi þá sem eru með notendastýrða persónulega aðstoð en varandi þá sem eru ennþá í hefðbundna sambýliskerfin, þá til dæmis væri það ekki bara mjög, ég myndi halda að það væri bara mjög óæskilegt að það væri sama einstaklingur sem veitir þjónustu og er persónulegur talsmaður. Þannig að þetta á allavega ekki að, þetta myndi ekki flokka sem ástæðu til þess að minnka þjónustuna. Þetta er viðbót við þá þjónustu sem að fólk á rétt á. Já, Kristján Sigurmundsson heiti ég og er persónulegur talsmaður fyrir einstakling sem býr í Reykjavík. Ég fagna sérstaklega þessari löggjöf réttindagæslu fatlaðra og það er í rauninni ástæðan fyrir því að áhugi minn á þessu að ég tók að mér þetta hlutverk, reyndar á þess að skoða það neitt sérstaklega að þetta væri ólaunað, en ég bara hlakka til þess að þetta farið svipaðan farveg eins og hún var að lýsa hjá JEG samtökunum. Spurningi mín er, mér gekk greiðlega að eiga við bankakerfið í sambandi við þetta með þennan samning persónulega milli okkar, míns umbjóðanda og mín, í bankakerfinu sem þetta gekk að greinlega, en ég var fyrir fyrirstöðu í Tryggingastofnun ríkisins. Ætti ég ekki sem persónulegur talsmaður að fá upplýsingar fyrir hönd míns umbjóðanda hjá Tryggingastofnun ríkisins? Jú, alveg absolutt ef umboðið nær til þess. Ef umboðið nær til þess að eiga samskipti við Tryggingastofnun þá já, en við höfum alveg, við erum reyndar sko, við erum í smá díalóg núna við Tryggingastofnun nákvæmlega þetta, þannig að ég eiginlega þori ekki að fara. Þannig að sá samningur sem ég er á milli mín og míns umbjóðanda, hann þyrfti að kveða sterkar á þetta gagnvart samskipti við Tryggingastofnun. Já, líklega. Það er raunverulega, þess að segja, flest allt sem varðar fjárhags umsýslu og annars slíkt, það þarf að vera frekar skýrt. Þannig að, já. Fleiri spurningar? Réttindagæslu og persónulega talsmenn, það er þarna út í Bryndís. Já, ég heiti Bryndís Snæbjörnsdóttir, mér langar, ég fagna líka þessum lögum eins og aðrir hér sem hafa tjáð sig, en mér langar að koma aftur inn á þetta með persónulega talsmannin og hann er ólaunaður. Að þá velti ég fyrir mér út frá því sem hefur komið fram hérna fyrir dag og það sem Árný var að tala áðan með hjálpara. Hvort að við séum kannski að stíga skrefi tilbaka og við séum að gera þetta þannig að fólk með fötlun sem þarf á persónulegum talsmann að halda verði orðið háð einhvers konar hjálparstarfi og að þetta verði svona á einhverju svona góðmennsku grunni og ég vil svona bara, ég er svona sett spurningamerki við það, mér er svolítið hættuleg þróun. Já, mér finnst þetta er alveg mjög góða punktur og ég held að þetta er eitthvað
þetta var lendingin eftir talsverðar umræður. Ef að við sjáum að þetta klárlega ekki að virka, að þá að sjálfsögðu verður það skoðað að breyta því. En þetta var niðurstaðan eins og hún og það allavega hefur ekki komið en þá til að breyta þessu. Ég meina þessi lög eru bara glæni í, við erum ennþá raunverulega feta okkur áfram í þeim, en þetta alveg klárlega eitthvað sem við komum til að hafa í huga og þetta verður endurskoðað vonandi fljótlega, af því að við lærum alltaf eitthvað. Já, mér finnst þessi hugmyndum talsmann einmitt mjög mikilvægt til þess að koma fram fyrir mannréttindum þessara einstaklinga sem að ræða. Þess vegna finnst mér líka gríðarlega mikilvægt að þessi gengi þannig frá þessu hlutverki að það standi á svolítið traustum grunni, þannig að hlutverki sjálft ógni ekki mannréttindum þeirra sem þeir eiga að vernda. Þannig að þess vegna finnst mér líka rétt að gera ákveðna kröfur til talsmann, að þeir hafi ákveðna skyldur og það sé ekki bara ætlast til þess að þetta sé ættingjar eða eitthvað. Við þurfum að hafa þetta á einhvernum grunni þannig að getur staðið vörðum hvoru tveggja. Já, en þetta raunverulega, þetta mitt líka sjónarmið sem að komi fram að því að, en spurningin var nefnilega líka varðandi kröfurnar sem við getum gert að því að það rosalega sjaldgæft að það séu sett ákveði í lög einhverja kröfur og skyldur sem eru gerða til sjálfboðaliða. Já, ég veit það. En þetta að því að við erum að prúfa okkur áfram. Þetta kerfi sem á að vera á að breytast eftir reynslunni. En þetta var þessu, þetta fyrsta tilraun, þannig að við getum vel verið að við breytum þessu. Við tökum það öllum ábendingum bara fagnandi og sérstaklega frá þeim sem að hafa verið í þessum sporum einmitt og eru komin með einhverja reynslu. Mér langar alltaf að spyrja hvort og þá með hvað hætti fatlað fólk kom að þróun þessara laga. Það meina fatlað fólk sjálft og þá fólk sem að þarf að nota persónulega talsmenn. Þá til dæmis að spáði bara varðandi þessu umræðu hvort þetta eigi að vera launað eða ekki, af því að við alltaf slóst fyrst og fremst það hvað fötluðu fólki finnst líður best með, hvort sé ólaunað eða launað. Takk. Það voru fulltrúar frá Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp í hópnum sem að sömdu frumvarpið og nú kannski getur Friðrik svara betur hverju voru í hópnum sem að, ég man ekki hverju voru í hópnum sem að Geðhjálp var líka í seinni hópnum. Nei, ég meðan, það var sem sagt að því að frumvarpið fyrst og fremst byggt á tillögum starfshóps sem að skilaði hvernig 2007 eða ekki? Já. Að og Friðrik 2009 fyrir ekki. Hann var skipaði 2007 og skilaði 2009. Og það voru, ég voru ekki bara sömu, það voru svipaði fulltrúar. Já, það voru sömu fulltrúar þar, þannig að svæðisskrifstofur náttúrulega til þá. Já, alveg rétt. Já, þannig að það voru ekki sveitarfélög. En það voru sem sagt fulltrúar heildarsamtaka fatlaðs fólks voru í hópnum. Og svo fóru við, nei, það var ekki þetta sem ég held að fundið. Það var haldist kynning einhvern tímann. Já. Þegar vorum að vinna seinni. Já, það var seinni frumvarpið, já. Nei, en við náðum ekki tímans vegna að halda nefnilega, við heldum við erum að semja hluta inn í þessi lög núna og þá heldum við kynningafund en tímans vegna þá náðum við ekki að gera það þarna því að félags- og tryggingamálnefnd eiginlega sett okkur bara mjög þröngan tímaramma en þetta æskilegast hefði verið að hafa raunverulega stóran fund og málþing drögin þegar þau voru til en eins og oft þá það tímaskortur sem að setja strik í reikningin og við fengum bara einhverja nokkra mánuði frá félags- og tryggingamálnefnd til að leggja fram þetta frumvarp og vorum samt aðeins og sein þannig að því miður var samráðið ekki að mikið það hefði átt að vera. Ég held að það sé rétt að þetta með ólaunað það sé að sænskri fyrirmynd þess að menn hafa langar reynslu af þessu fyrirkomulagi og hefur reynst vel og þar var þessi aðeili persónulegur talsmaður ólaunaður og hefur verið í gegnum áratugi. Já, það
Förstå ett vänd. Hefur eitthvað verið gerð okkur könnunni á því í Svíþjóð eða þú veist, eða þið, þá hafið þið eitthvað gert eitthvað könnun á því hverslags eða hvort séu ættingar sem að taka þetta frekar af sér að þetta er ólaunað eða hvernig það er eða hvort þetta sé bara almennt eitthvað fólk sem að býður sér fram. Nei, við höfum ekki kannað það ennþá. Eins og segja, lögin eru bara búin að vera gildi í nokkra mánuði og þetta er kerfi sem að er bara verið að stíga fyrstu skrifinni núna en ég gerir ráð fyrir að við reynum að skoða þetta eitthvað allavega áður en við förum í endurskoðun á lögunum. Ef það er ekki einhver alveg rennandi spurning, þá held ég Elín að við þökkum bara rúnar ekki. Nú, ég ætla þá fyrir hönd FFA að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Eins og ég sagði í upphafi þá í miður eru réttindagæslumenn eins og annað döðulegt fólk þeir veikjast. Þannig að Helga Baldvinsdóttir Bjargadóttir sem ætlaði að vera hérna síðasta fyrirlesturinn, hún er forfölluð. Þannig að við erum bara komin að enda þessara dagskrár og ég þakka ykkur fyrir og minna á það að það hefur verið tekið hljóðfæll af þessum fundi sem að verður innan einhverja daga settur inn á væntanlega heimasíður þeirra sem að standa að fræðslu fyrir fatlaða aðstandendur. En ég bara takk fyrir kærlega.